Ég var beðinn að segja ykkur aðeins frá Alþjóða vinnumálastofnuninni og tilefnið var það að við komum svolítið í fréttirnar Alþýðusambandi vegna þess að við náðum þeim árangri að eftir mörg ár að komast þar í stjórn. Ekki það að við höfum barist einhverju harðri kosningabaráttu heldur höfum við verið að reyna að vinna að því svona í rólegheitunum undanfarin ár. Og þá ætla ég að segja ykkur aðeins frá þessari merkilegu stofnun, Alþjóða vinnumálastofnuninni, sem er elsta sérstofnun Sameinuðu þjóðanna. Sameinuðu þjóðanna voru stofnaðar eins og þið viti 1944, en þessi stofnun var til 1919 og hún verður til í rauninni í friðarsamningunum eftir fyrri heimsstyrjöld. Þá voru menn algjörlega sammála það að það ætti að koma í veg fyrir það að réttleysi og bág kjör sem voru í Evrópu í aðdraganda fyrir heimsstyrjaldarinnar og slæmur aðbúnaður verkafólks ætti aldrei að gerast aftur. Og svo seti ég í sviga auðvitað að það að menn voru líka að hugsa það að vinna gegn framgangi kommunismans því að þá var nýgengin garð, byltingin í tilurð Ráðstjórnaríkjanna og byltingin í Rússlandi. Menn voru einfaldlega hræddir við þessa þjóðfélagslegu upplausn sem kom í kjölfar fyrir heimsstyrjaldarinnar. Og þetta var samið sem sagt í Vessala samningunum og þá verður stofnunin til. Síðan hún endurnýjuð aftur og þá aftur í kjölfar annarra styrjaldar 1944 með Fíladelfíu yfirlýsingunni og þá var því lýst yfir að vinnan væri ekki söluvara. Og aftur þetta andsvar við einhvers konar upplausn og óáran í Evrópu og í veröldinni. Og þarna verið að ávarpa í rauninni eins og þá hrikalegu mismunun sem var til í aðdraganda seinni heimsstyrjaldarinnar og var að mörgu leyti rótin að tilurð þriðja ríkisins í Evrópu. Þannig að aftur verið að reyna að koma á einhvers konar friði í samfélögunum með meira jafnvægi, með því að gefa fólki tækifæri til þess að hafa rödd og til þess að reyna að setja einhverja alþjóðlega reglu til að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur. Þá þetta sem sagt núna að hluta til getum við sagt ansvar við fasismann. En þessi alþjóðastofnun sem verður til 1919 og í rauninni verður til í frumbernsku þess sem við getum sagt þetta alþjóða fjölþjóðakerfi sem til í dag, hún verður til sem þríhliða stofnun, sem þýðir það að við stjórnum þessari stofnun til jafns á við atvinnurekendur og stjórnvöld. Og það þannig að við förum með eitt atkvæði og öllum, það alls staðar innan dyra og þingum og síðan fer skal ég segja ykkur fara ríkisstjórnirnar með 2 atkvæði á móti hverjum okkar. Ég hafði nú gleymt að setja slæðuna upp eins og hún átt að fara því ég gat horft á hann annars staðar. En þarna hún sem þríhliða, þannig að við förum með 1 atkvæði, verkafólk, atvinnurekendur með 1 atkvæði og ríkisstjórnirnar með 2. Þannig að það alltaf balans á milli vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarna. Og þetta algjör undantekning og það ekki til ein einasta stofnun í alþjóðakerfinu sem byggð upp með þessum hætti. Þannig að hún algjört fenómen og ég held það að ef að þessi stofnun yrði sett á laggirnar aftur eða ef hún væri verið að setja hana á stofn í dag að þá myndi þetta ekki verða ofan á sem var niðurstaða manna í friðarsamningunum í Versölum 1919. Þannig að þetta algjör undantekning og hún hefur sínar aðalstöðvar í Genf þessi stofnun og þar eru aðildarríki að henni 187 sem eru nánast öll sjálfstæð ríki í veröldinni. Það vantar einhver örfá upp á til þess að fullri tölu sé náð. Annars eiga allir aðild að þessari stofnun. Síðan aðeins það hvernig stýrt. Henni stýrt annars vegar þannig að það þing sem haldið einu sinni á ári og það æðsta stofnun þessarar stofnunar. Þar koma saman fulltrúar launafólks, atvinnurekenda og ríkisstjórnanna og þessir þingfulltrúar eru í heildina þegar að best lætur einhvers staðar á bilinu 5 til 6.000 sem að mæta. Og raunar eru auðvitað ekki allir saman í einum sal á sama tíma, heldur unnið í alls konar nefndum sem eru að búa til ný alþjóðalög, eru að ræða stöðumála og reyna að finna einhverjar lausnir eða niðurstöður eitthvað varpa ljósi á eitthvað sem að gerast í atvinnulífinu eða í meðförum þeirra alþjóðlegu reglna sem að þingið hefur áður sett. Þannig að þingið að vinna á mörgum sviðum getum við sagt. Það annars vegar að vinna í heild sem þing, þar sem koma og flytja ræður, þar kemur mikið af þjóðhefðingjum og svoleiðis
og síðan eru það vinnudýrin sem eru á bakvið og eru að vinna í litlum og stórum nefndum við að reyna að aka hlutum áfram. Og aðalega eru afurðirnar út úr þessum þingum eru annars vegar samþykktir og hins vegar tilmæli. Samþykktirnar eru eiginlega, getum við sagt, ígildi alþjóðalaga. Tilmælin eru frekar svona eins og leiðbeiningar. Og þessar samþykktir, þær verða skuldbindandi þegar að við tökum þær inn í Alþingi og staðfestum þær. Þá verða þær skuldbindandi að landsrétti og þetta beita þeir sem sagt að búið að koma þessu þannig fyrir sem réttarheimild í landsrétti. Sums staðar raunar ef að ríkin samþykkja svona samþykktir verður það bara hluti af landsrétti án frekari aðgerða en það svo sem langt að fara út í svoleiðis lögfræðilegar flækjur sem eru í alþjóðaheiminum hvað þetta var. En þessi þing fjallar líka tiltekin málefni og ályktanir. Það geta verið af ýmsum toga, það geta verið ályktanir varðandi segjum bara stöðuna fyrir í hernumdu svæðunum í Palestínu, örlög launafólks þar, það geta verið ályktanir hvert skuli stefna á næstu árum. Það eru stórar yfirlýsingar sem hafa verið gefnar til dæmis í aðdraganda síðustu aldamóta það hvernig stofnunin eigi að reyna að aðlaga sig að nýjum heimi. Og það stefnt á slíka ályktun núna í tilefni 100 ára afmælisins 2019, því að það verður mikil afmælishátíð í Genf núna í sumar. Að þar á að reyna að setja nýja stóra yfirlýsingu það hvernig Alþjóðavinnumálastofnunin á að haga sér eða hvernig hún getur sem best stuðlað að því að við mætum þeirri framtíð sem fyrir framan okkur á þann veg að það auki ekki mismunun í heiminum, það auki ekki vansæld í heiminum, heldur reyni að halda svolítið jafnvægi á og þar blandast inn í líka umhverfismálin því eins og leiðtogi okkar launafólks á alþjóðavettvangi Sharon Burrow segir, það eru engin störf á dauðri plánetu sem mikið rétt, það til lítils að vinna ef engin eru störfin. Þannig þessi þing líka samþykkja fjárhagsáætlanir stofnunarinnar og ég kann nú ekki að fara með tölurnar en það eru býsna háar tölur, mörg 100 milljarðar sem að það renna í gegnum. Síðan stjórnuninni stofnað af því sem heitir framkvæmdastjórnin eða governing body. Og hún stýrir allri daglegri starfsemi og hittist raunar 3 á ári. Og þeir fundir eru býsna langir. Þeir standa í hálfan mánuð og stundum meira heldur það og hist á hverjum degi frá morgni til kvölds. En þetta svo stjórn sem að stýri daglegri starfsemi. Og hún undirbýr líka þingi, fjallar það hvað þar verður tekið fyrir og svo framvegis. Og í þessari stjórn, því að hún þríhliða, því þessi stofnun þríhliða, alveg eins og þingið keyrt þríhliða, þá þessi stjórn þríhliða og í henni sitja 56 einstaklingar, það eru 28 fulltrúar ríkisstjórnarna, 14 frá okkur, launafólkinu, og 14 frá atvinnurekendum. Og svo raunar 14 varafulltrúar sem eru með full réttindi sem sitja þar líka. Og eins og víða innan kerfis Sameinuðu þjóðanna, þá það þannig að 10, stærstu iðnríkin eiga föst sæti í þessari governing body en hinn 18 sem upp á vantar til að ná 28, þeir eru kjörnir sem sagt af ríkisstjórnunum. Og þetta þannig að við kjósum okkar fulltrúa sérstaklega, atvinnurekendur kjósa sína fulltrúa sérstaklega og ríkisstjórnina sína sérstaklega. Kjörtímabil þessara stjórnar eru 3 ár í senn, það kosið á 3 ára fresti. Og framkvæmdastjóri stofnunarinnar, hann kjörinn á þinginu og hann kjörinn á 5 ára fresti og nú það í rauninni maður sem var okkar talsmaður launafólks árabil, Guy Ryder, sem framkvæmdastjóri og fyrsti framkvæmdastjóri stofnunarinnar sem kemur frá launafólki og Guy Ryder kemur innan úr bresku verkalýðshreyfingunni. En eitt af mikilvægustu hlutverkum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar fyrir utan það að setja alþjóðalög, að það eftirlit sem að stofnunin hefur með því að það sé farið eftir þeim skuldbindingum sem aðildarríkin undirgangast með aðild sinni að Alþjóðavinnumálastofnuninni. Og fyrst og fremst eru það ákvæði stjórnarskrárinnar, hvers kjarni var til 1919, sem að tryggir félagafrelsi launafólks og atvinnurekenda. Það frelsi til þess að stofna og ganga í félög og beita sér sameiginlega í gegnum slíkar stofnanir. Það að segja stjórnarskráin félagafrelsi og síðan framkvæmd á öllum þeim samþykktum sem aðildarríkin hafa staðfest.
og yfir það farið reglulega og reynt að skoða hvernig ríkin að gera það, en þetta eftirlit með þessu öllu saman hefur Alþjóða vinnumálastofnunin. Og hún skiptir þessu niður í, getum við sagt, svona 3 einingar. Annars vegar það sem heitir Committee of Freedom of Association eða félagafrelsisnefndin, sem frekar lítil nefnd, bara 9 manna, og það koma 3 sérfræðingar frá verkalýðshreyfingunni, 3 sérfræðingar frá atvinnurekendum og 3 frá ríkisstjórnum. Og þessi litla nefnd tekur við kærum út af brotum á stjórnarskránni. Og þá fyrst og bara á brotum gegn félagafrelsisákvæðunum. Og þau brot geta verið af ýmsum toga, allt frá því að setja lög á verkföll til þess að myrða verkalýðsleiðtoga og atvinnurekendur út allan heim, og því miður það algengara heldur en okkur finnst þægilegt að vita af, en það eru tugir félaga okkar sem að falla í alls konar manndrápum og árásum á frjálsa verkalýðshreyfingu og raunar á frjáls samtök atvinnurekenda líka þó það sé í miklu minna mæli. Þessi brot koma til þessara nefndar og hún hefur það hlutverk að taka við kærunum, rannsaka brotin og koma með tillögur og tilmæli, komast að niðurstöðu og koma síðan með tillögur og tilmæli það hvað betur mætti fara. Síðan það næsta nefnd sem 20 manna sérfræðinganefnd eða Committee of Experts. Hún hefur það hlutverk að ef við höfum samþykkt og við höfum samþykkt nokkrar og allar helstu samþykktir Alþjóða vinnumálastofnunarinnar, Ísland til dæmis, og við þurfum að gefa skýrslu það á nokkur ára fresti. Þessi sérfræðinganefnd lesi gegnum allar skýrslurnar, reynir að koma auga á það hvað vel gert og líka hvað mætti betur fara og gerir athugasemdir. Skila síðan sinni skýrslu til næsta eftirlitshluta sem Committee of Application of Standards eða þingnefnd sem fjallar það hvernig þessum samþykktum framfylgt. Og þessi þingnefnd tekur fyrir skýrslurnar frá sérfræðinganefndinni og raunar frá líka félagafrelsisnefndinni að hluta og fjallar framkvæmdina eins og hún gengur í heiminum fyrir hverju sinni. Og oft eru þetta ansi mikil átök því að ekkert af aðildarríkjum stofnunarinnar kæri sig í rauninni það að verða fyrir gagnrýni. Þetta þykir ekki gott að koma upp í þessari nefnd Committee of Application of Standards, það þykir í rauninni frekar mikil skömm af því. Ísland hefur ekki nema einu sinni notið þess vafasama heiðurs að vera tekin fyrir þar, en það var þegar Alþýðusamband Íslands kærði lagasetningu á löglegt verkfall sjómanna fyrir nokkrum árum síðan. Og þá var það tekið fyrir í þessari nefnd og það sem að íslenskum stjórnvöldum og stjórnvöldum almennt þykir allra verst af öllu var það að í niðurlagi þeirrar umfjöllunar þá bauð Alþjóða vinnumálastofnunin Íslandi aðstoð sína til þess að koma í veg fyrir það að þetta gæti gerst aftur. Síðan hafa ekki hefur íslensk stjórnvöld farið með allt öðrum hætti með þetta úrræði sitt að beita lögum á verkfall eftir að þessi niðurstaða fékkst. Raunar þykir okkur stjórnvöldum vera býsna laus höndin í þessu, en það svo annað mál en þau hafa sem sagt gætt sín betur eftir að þetta gerðist. En þarna vilja enga ríkisstjórnir vera, þetta kallar svona naming and shaming og þeir vilja alls ekki vera í þessum, ríkisstjórnir vilja alls ekki vera í þeim hóp sem tekin þarna fyrir. En aðeins verkalýðshreyfinguna og ILO vegna þess að við erum, ekki nema bara örlítil verkalýðshreyfing, við erum eins og lítið verkalýðsfélag í samanburði við mörg verkalýðsfélög út í heimi. En öll stjórnin á ILO byggir í rauninni á þríhliða samstarfi líka. Það að segja, okkar fulltrúar sem eru aðilar að þessu þríhliða samstarfi sem þarna fer fram á alþjóðavettvangi eru Alþjóðasamtök launafólks, ITUC, verkafólksmegin og International Organization of Employers eða IOE, Alþjóðasamtök atvinnurekenda sem eru síðan atvinnurekenda megin. Þessi samtök eru okkar talsmenn, getum við sagt, á vettvangi ILO. Og ITUC hefur það hlutverk að samræma allt starf verkalýðshreyfingarinnar þegar að kemur að ILO. Bæði í aðdraganda þingana, í aðdraganda stjórnarfunda og allstaðar það sem að við komum að á vettvangi ILO, að það ITUC sem að sér samræminguna.
Og þau ITUC eru langstærstu alþjóðlegu samtök verkafólks, það eru til önnur samtök en það eru öfgahreyfingar á vinstri vængnum sem að eru jú hafðar til samráðs en þeirra áhrif eru innan Alþjóða vinnumálastofnunarinnar eru engin. Þannig að okkar, ef við ætlum að hafa áhrif á þessum vettvangi, að þá liggur sú leið í gegnum ITUC. Þar þurfum við sem sagt að vera einhvers konar gerendur eða á blaði ef við ætlum að hafa áhrif. Og það gerist líka með því að taka virkan og, hvað ég var að segja, fullan alvöru þátt í því starfi sem unnið á þingum ILO. Því að þið getur rétt ímyndað ykkur ef þú ferð á 5.000 manna þing, þú getur alveg horfið í fjöldan og bara dottið inn á fundið að mótni og látið hverfum hádegi eða gert það sem þú vilt. Það er ósköp auðvelt því að fjöldin svo mikil. En ég ákvað það þegar ég var gerður að fulltrúa íslenska verkalýðshreyfingar og þingum ILO fyrir næstu 20 árum síðan að því myndi ég ekki nenna. Ég myndi ekki nenna að vera í hálfa mánuð 3 vikur út í Genf og ætla mér að vera bara á einhverju hringli. Þannig ég hellti mér á kaf í þáttöku í hinum ýmsu þingnefndum og þannig kemur maður sér áfram og kemst maður til einhverja svona áhrifa í þeim skilningi að þú hefur kannski eitthvað að segja sem eftir er tekið og á hlustað. Síðan verkaskiptingi þannig að því að verkalýðshreyfingin auðvitað margbrotin og hér á Íslandi við auðvitað með samtök, okkar samtök, Alþýðusambandið og við með BSRB og við með BHM og BHMR og öll þessi stóru heildarsamtök launafólks, kennarasambandið og fleiri. En þegar að kemur að starfsemi ILO að þá það stærstu samtök verkafólks í hverju landi sem fara með forsvar fyrir verkalýðshreyfinguna. En þau þurfa heima hjá sér að eiga samstarf við önnur stór samtök launafólks í meðferð þessa valds. Þannig að þegar ég fulltrúi á þingum Alþjóða vinnumálastofnunarinnar að þá þarf ég að eiga samráð við BSRB og BHM það hvernig við nálgumst þingstörfin í undirbúningi þeirra. Og hvernig við tökum afstöður og annað þess að þar. Þannig að það þarf að vera samvinna í bakgrunninu. En líka vegna þess að smæðar Íslands að þá eigum við erfitt með að taka öflugan og virkan þátt í starfsemi ITUC. Þannig að við höfum alltaf fundið okkur leið inn í þetta alþjóðasamstarf, sem ég getur sagt þetta krókaleiðum, en við höfum alþjóðasambandið hefur lagt áherslu á það að virknin sé sem mest innan norrænu verkalýðshreyfingarinnar, NFS. Og það vegna þess að NFS okkur lykill inn í annað alþjóðastarf. Og þessi norræna verkalýðshreyfing hefur, samkvæmt gamalli hefð, alltaf átt einn fulltrúa í governing body. Og þessir norrænu fulltrúar innan NFS, við hittumst 3 til 4 sinnum á ári, við hittumst fyrir stjórnarfundina í governing body og við hittumst síðan til að undirbúa þingið. Þá erum við að skipta verkum, hver ætlar að sitja í hvaða nefnd, hver ætlar að vera talsmaður Norðurlandana í hverju nefnd og svo framvegis. Og þetta algjörlega einstakt á alþjóðavísu. Að ríkjahópur taki sig saman með þessum hætti. En þannig geta Norðurlöndin sem eru mjög lítil, getum við sagt, þegar við skoðum stærðina á þessu ríkjum, en með því að vinna svona saman, skipta svona með okkur verkum, þá höfum við áhrif sem eru miklu, miklu víðtækari heldur en stærð okkar gefur nokkuð tíman til kynna. Og við gefum síðan út skýrslu líka okkar starf á nokkur ára fresti og það líka algjörlega einstakt í þessu samstarfi öllu saman. En komum síðan og að lokum að Íslandi og Alþjóða vinnumálastofnuninni. Það var eitt fyrsta verk Íslands eftir að við öðluðum sjálfstæði að gerast aðilar að Alþjóða vinnumálastofnuninni og gerðum það í október 1945. Og til þess að geta átt aðild að Alþjóða vinnumálastofnuninni þá verðum við að vera staðfesta og samþykkja allar grundvallar samþykktir Alþjóða vinnumálastofnunarinnar. Þær varða félagafrelsi, þær varða aðbúnað og hollustuhætti, þær banna þrælavinnu, þær banna barnavinnu og nokkrar aðrar í viðbót, sem grundvallar atriðin í starfsemi verkalýðshreyfingarinnar og grundvallar skilyrði í rauninni fyrir mannsamandi störfum, það eru grundvallar samþykktirnar. Við höfum staðfest það allt saman og hrint í allt í framkvæmd og hefur gengið alveg þokkalega ef að frá skilið kannski þessar lagasetningar á verkföll sem að hafa gerst svona af og til. Við tekum virkan þátt í þingstörfunum hjá Alþjóða vinnumálastofnuninni en við höfum ekki lagt áherslu á að fjármagna verkefni á vegum stofnunarinnar. Ég hef ekki nefnt það sérstaklega en hlutverk stofnunarinnar fyrir utan það að vera með eftirlitshlutverk líka
að gefa ráð og stuðla að uppbyggingu og hreinlega taka þátt í uppbyggingastarfi út allan heim. Þannig að Alþjóða vinnumálastofnunin er með skrifstofur í Asíu, í Afríku, Suður-Ameríku og út allt með yfir næstu 3000 manns í störfum þar í eins konar þróunaraðstoð. Og Norðurlöndin öll setja fullt af peningum inn í verkefni og vegum Alþjóða vinnumálastofnunarinnar. Það höfum við ekki gert, við höfum alltaf sett þetta í gegnum þróunarsamvinnustofnun en ekki með einhverjum hætti inn í starf Alþjóða vinnumálastofnunarinnar. En við eigum núna, og það sá sem hér talar, sem er fyrsti fulltrúi Íslands í stjórn ILO. Og það búið að vera, eins og ég segi, nokkuð langur vegur frá 1945, en Norðurlöndin hafa alltaf skipst á fulltrúum. Það hafa verið fulltrúa frá öllum Norðurlöndunum nema Íslandi. Ísland hefur aldrei í rauninni sóst eftir því eða verið nógu staðfest í starfinu til þess að geta tekið þessa stöðu. Þar til núna. Og við eigum þessa stöðu núna væntanlega ef að ég verð endurkjörinn fyrir hönd Norrænu verkalýðshreyfingarinnar, þá ættum við að eiga þetta sæti núna í það bil 7 ár. En samhliða því að ég var kosin í stjórn Alþjóða vinnumálastofnunarinnar, þá ég líka kosin í þessa litlu sérfræðinganefnd sem fylgist með og tekur við kærum út af brotum á stjórnarskránni og brotum gegn félagafrelsi hvar sem í aðildarríkjum stofnunarinnar, það að segja þessi Committee of Freedom of Association. Og að lokum þá það bara þannig að saman þá njóta Norðurlöndin alveg gífurlega áhrifa innan ILO, miklu meiri heldur en stærðin gefur til kynna. Ef við höfum eitthvað að segja, ef við höfum eitthvað til málana að leggja, þá hlustað. Því að hvað sem Norðurlöndin má segja og hvaða skoðanir sem menn hafa á sósíaldemókratíunni sem liggur þar í grunninn, þá hefur árangur okkar á því að tryggja mannsæmandi vinnumarkað, árangur okkar í þeim efnum mjög mikill og hann til fyrirmyndar í heiminum og aðildarríki Alþjóða vinnumálastofnunarinnar líta gjarnan til Norðurlandana margar lausnir. Þannig að við njótum áhrifa langt umfram stærð. Og Alþýðusambandið sem þetta bara lítil örsamtök með sín samtök sem að við komum jafnframt fram fyrir og alþjóðavettvangi, við að losa 100 og kannski 6.000 Alþýðusambandi og svo með BHM og BSIB kannski 140.000, við pínu lítil. Við einbeitum okkur að starfinu í gegnum NFS og inn í gegnum og höfum afurhif á Evrópuvettvangi í gegnum ETUC og svo alþjóðavettvangi í gegnum ETUC. Þannig tekst okkur, þó við séum örþjóð með lítil efni, þá tekst okkur að hafa áhrif með þeim hætti.